Öll efnasambönd hafa bæði formúlu og nafn, en nöfn efnasambanda geta ýmist verið kerfisbundin eða hefðbundin og í þessu myndbandi ætlum við að einbeita okkur á kerfisbundna þætti nafnanna. UPAC, sem eru alþjóðleg samtök efnafræðinga, hafa sett saman kerfi, svokallaðar nafngiftarreglur, sem gilda öll ólífræn og lífræn efnasambönd sem hafa verið gerð. Í þessu myndbandi ætlum við að skoða þá nafngiftarreglu fyrir ólífræn efnasambönd, en við munum einungis fara í gegnum einfaldari reglunar þar sem þessar nafngiftarreglur geta nú verið ansi viðamiklar. Ef við byrjum þá að skoða nafngiftarreglur fyrir jónasambönd, sem eru efnasambönd málma við málmleysingja, þá er reglan sú að við ritum alltaf fyrst íslenskt nafn málmsins og síðan eftir það erlenda nafn málmleysingjans og að lokum bætum við endinguna -ið. Dæmi slíkt væri til þess efnasambandið NaCl. En hér er ég þá með málm og málmleysingja og nafn málmsins er þá natríum og nafn málmleysingjans er hér klór. Hér færð svo endinguna -ið. að nafnið er einfaldlega natríumklóríð. Annað slíkt efnasamband væri til dæmis Al2O3. En hér er málmurinn þá ál og málmleysingin er súrefni en hefur þá nafnið oxíð og efnasambandi heitir þá áloxíð. Ástæðan fyrir því þarf ekki að taka tvistinn og þristinn hér inn í nafnið er svo að þetta hér er eina samsetningin sem er möguleg fyrir ál og súrefni, en það er tilkomin út frá hleðslu þessara tveggja jóna sem mynda þetta jónasamband. En ál hefur jónina 3+ og súrefni hefur jónina 2- og þá þarf ég þá 2 ál, sem gefur 6+ og 3 súrefni sem gefur 6- til þess að mynda þá Al2O3. En þetta skiptir máli upp á framhaldið þar sem að þegar við förum frá nöfnum yfir í formúlur fyrir jónasambönd þá þurfum við alltaf að taka til greina þessar hleðslur jónanna til þess að finna þá reynsluformúluna fyrir tiltekið efnasamband. En ef við tökum hér dæmi, hér er ég þá með 2 efnasambönd, annars vegar kalíumklóríð og hins vegar natríumsúlfíð. Kalíumklóríð er tiltölulega einfalt, þar sem kalíum er nú K og klóríð er Cl. Út frá jóntöflu eða lotukerfinu þá get ég séð að K er þá K+ og klórín þá Cl-. Ég er þá með 1+ og 1- og efnasambandið sem kemur út þessu er bara einfaldlega KCl. Hins vegar hér er natríumsúlfíð, þá er natríum Na, súlfíð er S. Natríum hefur þá plus, það Na+, og súlfíð er þá 2-. Og hér sjáum við að til þess að fá efnasamband hérna þá þarf ég að hafa tvöfaldan natríumagnið sem fá 2+ á móti 2- og efnasambandið sem kemur hér er þá Na2S. Og aftur þarf ég ekki að tilgreina sem sé fjöldan sérstaklega í nafninu þar sem að þetta eru einu mögulegu samsetningarnar af þessum tilteknum jónaefnum. Hins vegar eru einnig til málmar sem hafa fleiri en eina oxontölu, þar að segja þeir hafa getað haft margar mismunandi hleðslur, en dæmi slíkt væri til dæmis eins og járn, þar sem járn getur verið með hleðsluna 2+ og það getur líka haft hleðsluna 3+, en þá þarf að tilgreina þessa hleðslu inn í nafni sem sé jónaefnisins. Við gerum það þannig að allar sömu reglunar halda fram að gilda, en það sem bætist við er að við tilgreinum þessa oxonartölu, þessi oxonargildi hérna, með rómversku letri. Ef við tökum dæmi það, við sýnum bara til þess PbCl2, þá sé ég að klórin hérna, hann er Cl-, ég er með 2 slíka. Það þýðir að til þess að mynda efnasamband þá þarf Pb mitt að hafa hleðsluna 2+ og þá er nafnið á þessu hér blý, sem er það Pb, 2, rómverski 2, klóríð. Á þennan máta.
Nú á sama máta ef ég væri til dæmis að fara það frá nafni yfir í efnasamband, þá get ég til þess verið með járn 2 oxíð. Þá sé ég hér járn, þetta járn er þá Fe 2+, oxíð er þá O2-, og þá sé ég hér 2+ og 2-, en þá er það hlutföllum 1:1, og efnasambandi sem ég fær er einfaldlega FeO. Nú sameindajónir er síðan eingerð jóna sem að mynda jónasambönd, en þær hafa allar sérstakt nafn sem má finna í jónatöflu, og almenna reglan er það bara svo að nota það nafn sem er tilgreint þar. Dæmi slíkt væri til dæmis eins og NaSO4, það sem hér byrjar eins og áður, að þetta er þá natrium. En hér er ég með SO4 sem er sér sameindajón, en hún er kölluð súlfat. Sama skapi geti verið með NH4, NO3, en NH4 er sameindajón sem kallast ammonium, og NO3 er sameindajón sem kallast nítrat. Þannig að þetta efnasamband heitir ammoniumnítrat. Nú þá er búin að fara yfir helstu regluna varðandi efnasambönd málma við málmleysingja, og getum þá fara að skoða nafngiftarregluna fyrir efnasambönd málmleysingja við aðra málmleysingja. En þar þurfum við að taka til greina að þau efnasambönd geta haft mjög fjölbreyttar samsetningar, og þess vegna þarf að tilgreina fjölda af hverju frumefni fyrir sig með sem sé ákveðnum forskeytum. En dæmi slíkt væri til dæmis hér nituroxíð, þar sem ég er með NO2, ég er með NO, ég er með N2O5 og svo framvegis, en þeim er bara með 3 mismunandi samsetningar. Ef ég myndi nota sömu reglur og fyrir málma og málmleysingja, þá myndi það heita allt saman nituroxíð, en ég þarf að tilgreina sem sé fjöldan af hverju frumefni fyrir sig. Og ég geri það með þessu forskeytum sem eru þá grísku tölur, og eru þannig að þessum dæmi þá er mono, það táknar 1, di, það táknar 2, tri, það táknar 3, tetra, það er jafnt og 4, og penta, það er 5. Og svo er þetta haldið áfram að telja, ég bætt við hérna hexa, það er þá 6, og svo framvegis. Nú, við notum þá þessi forskeyti í nöfnunum, eins og ég sagði áðan, þar sem að við stingum þeim inn í, og við tökum bara dæmi. Reglunar mörgulegt eru svipa til reglum hjá jónasamböndum. Notum bara þá hérna fyrsta sem dæmi, þá er þetta hér nitur, og takk eftir því að almennt í efnafræði þá er sleppt í að tala um 1 þegar það er fyrra frumefnið, en þetta er þá nitur díoxíð, sem þýðir þá 1 nitur, 2 súrefni. Og hér er þá með nitur mónoxíð, það sé að 1 nitur og 1 súrefni, og svo hér í lokin væri þetta þá dínitur pentoxíð, 2 nitur og 5 súrefni. Eingerð af efnasamböndum málmleysingja við málmleysingja eru oxosýrur, en oxosýrur eru sýrur sem innihalda súrefni, og það er ákveðin þumalputtaregla að ef að efnaformúla byrjar á H, það eru öllu líkindum með sem sé sýru. Nú dæmi oxosýrur væri þá eins og til dæmis H2 hérna, maður sjá, H2SO4, þar sem að hér er efnaformúla sem byrjar á H og er þar nefnd sýra, inniheldur súrefni, og þá er þetta klassísk oxosýra, og nafnið á henni er dregið frá frumefninu sem er hér á mitt á milli vetnis og súrefnis, en það væri þá brennisteinn, og þetta hér efnasamband heitir þá brennisteins sýra. Annað slíkt gæti til þess að vera eins og H3PO4,
Aftur, efnaformulan byrjar á vetni og frumefni hér á milli, P, kallast fosfór og þá nafnið á þessu efnasambandi fosfórsýra. Nú, það hægt að telja þá upp allar mögulega gerðir af oxósýrum og alltaf virkar þetta eins ef við tökum frumefni sem fyrir miðju, finnum nafnið á því og endum þetta á sýra.